edita ég það út. Content fyrir liðið. Já. Sjá hvað stillið. Já. Já, þig stillið. Riveting footage! Seen these two guys setting up. Say no more. Já, við erum sérst strákarnir í Awoken. Ég Daniel. Ég Finnbjörn. Og við ætlum sérst að grúska í alls konar tónlist sem við erum að fíla. Sem við erum svona, já, við höfum einhverjar svona hugsunarlegar pælingar á bakvið eða resonatar og svo vel í því sem við stöndum fyrir. Og við ætlum að byrja á brúðkaupslaginu með Toddmobil. Og við ætlum að setja það í græjur. Já. Það er bannað að spila tónlist í síma. Það er algjört guðlast. Blasphemy. Það er bara ekki núna, ekki í þessum síma. Ekki á þessum staða. Þetta er rosalegt lag. Já. Það er hátíðni í þessu dóti, sko. Já, bara, veist, ég er búinn að hlusta á það lag svo ógeðslega oft og svo lengi. Þú veist, Toddmobil, bara sturlu hljómsveit. Þetta lag, og þetta er svo öðruvísi. Þetta er svo, þú veist, þetta er ennþá framandi, skilju, og og já, hún alltaf bara sturlu söngkona og já, ég bara get ekki hælað þessu lagi og mikið og viti menn, það er ennþá betra live þegar þeir spila það live, sko. Ég reyndar hef ekki séð það, sko. En já, ég er sko, þú veist, bara þessi samblanda af einhverju svona 80s rocki og svona low-key gospel eða svona allan organ- og kirkjutónlist. Mér finnst þetta sturluð blanda. Og mér finnst það sem að lagið fjallar og einmitt að kemur svona tvískipt, það kemur konan sem er að tala þú veist, að hún vonar að hún finna hann, sko, og þú veist, að hún mun segja já og hún vonar að hann mun segja já, skilur, og svo er hann alltaf hinum megin og við vorum að horfa á myndbandið og hann er krossfestur í hafinu og og hann einmitt hinum megin við bóginn að vona það sama og þetta er ótrúlega fallegt, sko. En já, að þú veist, bara, sko, allt í allt þá er lagið bara, þetta er hátíðni. Þetta er fallegur boðskapur og lagið er öðruvísi og það er vel gert. Sem að er bara þessi fullkomna, trifecta. Hvað-fekta? Hvað-fekta. Það hefur meira en þrennt og þú getur ekki verið með það. Allt er þegar þrennt er bara og þau bættu bara meira við. Strákar, það er ekki nóg að hafa heilugu þrennuna, við höfum að hafa meira. Heilugu fernuna, sko. Ja, en þau eru svona, þau eru svona larger than life tónlist, skilur við. Já. Og veist, þetta er svona, hún bara sturluð söngkona, svona óperu slash rock, svona næra fjúsa það saman. Svo eru þau með rock slash ballu slash eitthvað svona fusion 80s dæmi sem er svona setja saman. En öll lögin eru svona risastór, sko. Þú veist, og umgjörðin einhvern veginn, já, þeir gætu verið að spila á litlu sviði en þú upplifir það risastóra tónleika, skilur við. Bara út af því hvernig tónlistin er. Já. Það er einhvern veginn svona gegnumsneitt gangandi í þeirra tónlist, sko. Já. Sem að er ógeðslega heillandi og gera það verkum að okkur maður vill ennþá hlusta á þessi lög, sko. Og mér líka alltaf fundist hann söngvarinn sko vera með svona öðruvísi, veist, einhvern veginn svona nálgun á hrynjandan í tungumálum. Finna hana? Já, það fór jafn mikið í taugarnar á mér og mér finnst það cool, skilja. Já, finna hana og hann og líka eitt annað sem ég var alltaf bara eitthvað, hvað er maðurinn að segja? Það er brenninnan í mér. Það er alltaf, ég var alltaf eitthvað, hver segir þetta? En svo er maður bara á tónleikum bara, brenninnan í mér. Hvað segir hann að þetta? Brenninnan í mér. Það er sturlað stöf, skilju, en það er weird, skilju. En þetta er inn á þessum ramma sem er svona, þetta er ekki það skrítið að það skekkir við, Nei. En þetta er svona nógu öðruvísi en nógu mikið inn í rammanum til þess að það servi
því sem þeir eru að gera. Og hvað gerir, skilurðu, tónlist sem að er, skilurðu, sem brýtur sig út úr tíðarandanum, er eitthvað sem að, þú veist, svona venjulega fólkið, eða sem að þetta mainstream fólk, það er bara eitthvað, það veit ekki að það vill það, skilurðu, og heyri það kannski í fyrsta skipti, og þá taka einhverju svona avantgard fólk, skilurðu, eða fólk sem að kaupir bara eitthvað nýtt, skilurðu, bara, þetta er cool, skilurðu, og hægt og rólega fer fólk að bara, já, þetta er svolítið cool, þetta er svona pínu cool. Að þóra, skilurðu, að finnast það cool. Og þá getur ímyndað hvað er erfitt, ef það er erfitt að þóra að hlusta á tónlist sem er öðruvísi, getur ímyndað hvað það er erfitt að búa til tónlist sem er öðruvísi. Já, góður punktur maður. Þú veist, þannig að maður er bara, ég er í bölvuðu basli með það, en ég veit það, eftir að hafa gert fullt af mistökum í tónlist, að, skilurðu, að röddin mín, þín, skilurðu, við erum að gera okkar, að það verður einhvern veginn að koma í gegn okkar quirkiness, skilurðu. Já, 100%. Og það er það sem ég finnst þau gera ógeðslega mikið, þetta er allt bara frá A til Ö quirky, skilurðu, en einhvern veginn í einhverjum ramma sem maður skilur að mestu leyti, skilurðu. Þetta er ekki bara eitthvað súpa. Nei, ég veit. Þess vegna er oft, skilurðu, maður hlustar á lög sem eru bara, þetta er fínt lag, skilurðu, en það er eitthvað sem vantar, skilurðu. Hvað er það? Þú veist, maður er búinn að heyra, þú veist, ef við ætlum að fara út í svona filosófískar pælingar með þetta, að maður sem er ógeðslega góður að gítar með sturlaða rödd, maður getur einhvern veginn hlusta á hann taka lög sem eru svona in the middle of the road. Það er bara nice, bara cool, skilurðu, bara ok, þetta er nice. En ef þú ætlar að finna einhvern svona artista sem er bara brautryðandi, þá þarf hann að vera eitthvað quirky, skilurðu. Það þarf að vera með eitthvað skrítinn hatt eða eins og hérna sko, gott dæmi þetta er hann hérna Knopfler í Dire Straits. Hann er lúðalegasti maður sem að þú munt finna, en það gerir hann að nettasta manni í heiminum, skilurðu. Þú veist, ég reyndi að selja þetta. Þú veist, gamalt kall með skalla. Ég spila ekki með nögl, ég spila með puttunum. Og svo syngi ég bara svona og ég er eiginlega bara að tala allt sem ég ég er hér að tala eitthvað, að spila það sem ég heyrði út í búð. Svo lítið hans. Hvað er þetta að horfa á? MTV? Og það bara stæðsta freaking lag í heiminum, skilurðu. Vissir að hérna Dire Straits, pældi því, þeir eru svona quirky, bara eins quirky og hægt er að hafa það, eða veist þannig. Bara ógeðslega góður á gítar, en samt með þessa skrítnu, talanda, vókallínur og eitthvað, skilurðu. Þeir fyrsta bandið, ástæðan fyrir því að fólk er að spila í stadiums í dag, er Dire Straits. Þeir voru bara það stórir að bara this arena is too small for us. What can we do? Og fólk var bara eitthvað, ég veit það ekki. Og þeir bara fara að skrifa bara hvað getum við gert? Svo bara einhver gaur sem sagði bara fótboltaleikvangur. Þá þurfum við ekki að búa til húsið, skilur. Og þeir bara út með það. Fyrsta tónleikarnir svo sér maður að spila svona gett róleg lög. En maður gleymir því bara, þeir eru upp á sviði að spila róleg lög, bara hefi slakir að því. Það bara 90.000 manns að horfa á bara einhver bartónlist eða svona eitthvað smá heavy rock sko. En þetta gerir quirkiness og það er það sem þetta hefur. Brúðkaupslagið og fleiri lög. Ég held að við ættum alveg taka annað lag fyrir með Toddmobile. Með Toddmobile sko. Þeir eiga það alveg inni. 100%. Tjekkja á Toddmobile, tjekkja á brúðkaupslagið sérstaklega með Toddmobile og lofið Guð. Takk.